Þetta er helt ok, skiptir ekki máli, 5 Namaste. Namaste, bitches. Nei. Það er sagt á Bali. Stílbrot er í boði Mercedes-Benz, Vitaminvel, Blue Lagoon Skin Science, Giggo og MSIs. Jæja Maja, hvað segirðu? Bara gott. Herðu, við erum hér að taka upp á laugardagsmorgni, þátturinn kemur samt út á föstudegi. Það er bongo. Það er bongo. Það er bara kostið Reykjavík. Ég veit það. Ég elska þetta. Nei, ég elska þetta líka. Ég var í hljónskólagarðinum í allan gerða með 300 börnum og Vá. nesti og nýja En það er eina smá erfitt að vinna inni þegar veðrið er svona. Já, ég var í fríi. Ég var alveg pirruð. Ég veit það. Þú veist, Ég var endar í fríi því að Stormur átti ammali og skólinn er búinn og eitthvað, þannig að náði nokkrum myndum á pallinum og ég borðaði úti á þess að vera í peysu. já, Þú veist, þetta eru bara litlu hlutinir. sem eru bara vákaða næs. Já. En hérna, ég er með þessi gleru, pratagleru á mér sem ég elska, af því að Optical Studio er núna með hérna svona útsölumarkað. Já, ég fara á hann, þetta er alveg snilt. Já. Það er alveg bara alltaf 70% Já, aðstæður og ég- fullt af flottu. Ég keypti þessi á 60% afslætti. Það, Já, bargan. já, algjört bargan. Þannig að við mælum með að fólk kíkir þangað. Hver er þetta? Hæðasmára? Hæðismára 4, þetta Já. er sama húsi og bílastæða apotekir. Já, það er Já. sama húsi. Já, Ertu viss? svo er mér sagt. Ok. Já. Ok. Að því ég held að þetta sé ekki sama stað og þú ert talin síðast. Nei, Já, ok. Það var annars Ég staðar elska þetta bílaapoteka bæði. Já, en það er semst í Fíhúsi og hérna semst þegar þáttur einhver mér út þá er opið þann dag til 18 og svo líka á laugardaginn daginn eftir. Já, ok. Þannig Við mælum með að eitthvað vantar brillur fyrir bongoið. Já. Er það ekki? Jú. Optical Studio, Hæðismára 4, útsölumarkaður. Já. En herðu, flottu bollur. Takk. Herðu, Oliver, sonu minn, á þennan ból. Hann heldur sérst með Englandi. Hann heldur alltaf með Englandi. Hann náttúrulega ólst upp í London. Og hann veit alveg að það er controversial að halda með Englandi. En hann bara heldur alltaf Þetta er með eiginlega Englandi. eini bollur sem geta ekki keypt mér. Nei, en segðum mér akkurri. Eftir EM 2016. Tell me. Manstu þau unnið það? Já. Oh my God, það var skaman. Þetta er topp 10 bestu dag. Þetta er bara, ég veit ekki hvort það var skemmtilega í brúðkaupinu mínu eða þannig. Nei. Ok, bara svona backstory. Ég Já. hef engan áhuga á fótbolta. Nei, Ég bara, veist, ég er eina í mínu fjölskyldu sem hef ekki áhuga. nei. Ég er bara alltaf, hver skoraði, þú Já. veist, bara eitthvað hérna. En við fórum hana með krakkana og mér finnst bara England mér bara ókslega dónalega og leiðilega við eitthvað stuðningsmennir. Já, ok, Ég var hrædd við suma. varstu á leiknum? Já. Herðu, á ég segja fun fact. Já. Ari og Oliver voru líka á leiknum. Já, einmitt. Ég man, allavega. Já. En ég fer þarna og þeir eru bara, við erum náttúrulega, þetta var ógeðslega gaman, við vorum, þetta er 2016, við erum bara þarna nýri bæ, allir í landslýstreyju og eitthvað svona, og bretarnir eru alltaf bara, you're going home, og þeir svona, Þeir eru húligans. ég veit það, ég bara fíla ekki svona, Nei, og ég var bara svona, krakka passa ykkur á þessum, ég var bara svona smá hræddu þá, já. þannig að það var svo fucking sweet, afsækja, að vinna þá, að því þeir letu svo nýra á okkur, Já, ég veit það. og svo kom bara vikingarnir og allir vita hvernig það fór. Já, þannig einmitt. að það var bara, þú veist, þann dag hafði ég áhuga á fótbolta, eða þú Já. veist, fyrir Já, land og þetta þjóð og var þetta var bara geggjað. geðvægt. Ég var einmitt heima með styrka lítinn og þeir fóru feðgarnir í bara mjög skemmtilegt ferðalag en þetta tók á að komast þarna. Ég man ekki, þeir flugu til Flórens eða Mílan og kerðu til Flórens, gistu þar, fóru, þú veist, þetta var bara fram og tilbaka. En sko, okkur var svo gaman, við kerum sko til Paris og tókum leikinn þar líka Já, geggja. og það náttúrulega töpuðu við, en það var allt öðru sér. Fransku stuðningsmennir voru búin að byggja svona tunnel fyrir okkur að koma út og klöppuðu fyrir stuðningsmennum Íslands og það var allt svo fallegt. Já, einmitt. En bretarnir Þeir eru bara þekkti fyrir það. Já. Þeir eru náttúrulega bara algjöru húligans, sko. Já. Og bara, ekkert bara stuðningsmenn Englands, heldur bara stuðningsmenn bresku liðana. Þú veist, En þetta í er hvaða bara, land er ég? ég veit það. Þú sagði mér áðan. Belgíu. Já, ég held ekki með þeim sko. Nei. Ég bara, Hvar er þetta, hver á hana ból? Ísabel held Já. Ég tók eitthvað treyja heima en ég, svona að því að með hverjum ætlar að halda. Ég ætla að halda með Svíþjóð, Heia Sverige, af því Heia. ég bjó í Svíþjóð. Bra, ok. Og ég held með Marokko, af því að þeir eru smá svona underdog. Ég ætla að hafa 3 lið að halda með. Ég geti bara haldið með ykkur einu. Og svo held ég með Hollandi. Af því að þeir hafa 3 komist í úrslit, aldrei unnið.
og og þeir eru bara ótrúlega góðir þannig að ég er Team Holland svona mest Ég bara get það ekki út af treyjunu, hún appisnugul, fíla ekki. Nei. Þannig ég vel sérst liða eftir útliti, eins og og hver er með flottustu treyjuna? Ég er að fíla Argentínu, sko. Mér langar að segja Brasilíu, en Gulli klæði mig ekki vel og argentíska treyjuna, en ég ætla hann hana. Ok. Bara, mér finnst það bara flott. Já, þannig að það er fyllið. Hollandi mitt. Þangað til að einhver annar er betri, þá held ég bara þeim. Ég nefnilega er alveg, þú veist, mér finnst alveg gaman að horfa fótbolta. Þannig að ég er ekki eins og þú. Nei, mér finnst það gaman þegar allir ég myndi aldrei vita hvernig að vera leikur, ég myndi aldrei kveikja á þessu sjálfskilur. Ég meina einu sinni verið innkaupaferð fyrir NTC og okkur var boðið í stúku á Arsenal Manchester United. Karen Millen bauð okkur, minnum mig. Stórleikur? Já, og einhver geðveik stúka, eitthvað svona sem þau áttu eða eitthvað, ég manna ekki, ég var bara eitthvað, takk kalla, en ég er að fara að versla. Eðlilega. Fara og börnin mín og allir bara, ertu eitthvað, bara skilur þetta enginn, en ég held ég myndi velja það sama í dagleiku, en ég sverða. Já, þetta er bara svipað og þegar, mannstu, sagan sem við sögðum þegar við hittum Ríó í Köpen. Við vorum bara eitthvað, við sem ekkert hver þetta var. Nei, ég meni hitti líka Ronaldinho einu sinni. Svafa var bara, þú veist, ég var ekki að tala við hana, hún bara hann, ég bara, hún bara, Andrea, taktu myndaði með hana. Gerður það? Ég gerði það fyrir, Áskir og Magga. Já, en átt hann að þá? Já, hún er á fítunni á Magnúsi, sko, þú veist, þetta bara, þú veist, já, en já, þú veist, heyrðu, ég er náttúrulega í stílu bólin, ég var að taka eftir, ekki þú, þetta er stílu Holland. Já, ég valdi hann út af því. Ég er með Elevate. Ég ætla að segja, það var bara eins og að vera í útlöndum hann í Hljómskálagarðinum í gær og bara geggja fullt að nesti og það var svo geggja að hafa þetta í svona köldum óvalabrúsa. Þetta er bara svo gott. Já. Þetta mér vel bara fyrir gels heli títen alla æfi, skilju. Alla æfi. En Herðu, ok. Herðu, ég ætla að segja fyrirgæði. Fyrirgæði? Já. Ok. Ég tek afsökunarbeðinni, en hvað gerður? Nei, bara, ég var að fara yfir klippunar frá Bryndísi, þú veist, til að ákvæða hvernig posta einstað eitthvað. Ég veit ekki hvað stöðu ég var í, ég var bara leiðileg. Fyrir mig? Já, fyrirgæði maður. Mér fannst það ekki. Jú, ég var bara stríðað þér. Jú, ég var leiðileg. Ég veit alveg sjálf. Ég bara, ég ónýta bara. En af hverju? Ég var alltaf eitthvað skjótaði, hvað ætla ekki að vera drífa að hlaupa og eitthvað svona bara ókislega leiðileg. Og þú veist, ég sjálf viðkvæm fyrir að láta stríða mér. Ekki ég. Ég var ekki leiðileg. Jú, ekki? Nei, bara svona. Ég elskaði Maja svo mikið að mér fannst bara, ég var bara, ég þarf að klippa þetta út, hvað ég leiðileg, ég var bara, þannig fyrirgæði. Já, bara ekkert mál, mér fannst það ekki neitt, Þetta var svona kaltaði djókurregla eitthvað, en ég er svo ekkert viðkvæm fyrir neins. Nei, ég veit alveg, en mér finnst þetta eiginlega bara fyndið. Mér fannst ég ekki fyndin. Og bara satt líka, ég þarf að drífa mig að hlaupa. En ég bara, fyrirgæði, ég bara fíl ekki að, ég horfði á þetta gæri. Þetta er bara svona, þetta er bara show for the cameras. Já, ég var búin að horfa á mikið Housewives, reyna að búið til eitthvað drama Þú dasti eitthvað svona bully-gýr. Nei, alveg niður, en ég meini þetta sko. En herðu, já, bara takk, ekki málið. Ef að taka Vasta Prumpa challenge. Já, herðu, ég sá þetta í Elspeth möttu og kæristin hennar, ég var hlátskasti. En ég veit ekki, sko, ég hef séð þetta challenge, en það er did you trim your boobs? Já. Þú veist, það eru eiginkonu að láta mennin sinna að segja það. Ég veit ekki hvort þau föttu upp á þessu Prumpa eða... Ég veit það ekki. En við erum alveg smá seinavagnin, en gerum það bara. Erum við seinavagnin? Probably. Svo er mér sagt. Þannig að basically þú ert að segja, Vasta Prumpa, svona vonsvikin, eða svona disappointed. Já. Og svo ert að segja, ógeðslega peppandi Vasta Prumpa. Já. Og svo, hvað er það? Flirty, já, daðra, og svo ógeðslega spennt. Já. En spennt og peppandi eru öll að missaupa væntanlega, eða hvað? Það er svona supportive, meira svona Vasta Prumpa. Ok, reyndi þetta. Byrjaði á vonsvikin. Vasta Prumpa. Þetta er disappointed. Ertu með kamerun á henni? Gæta aftur. Þú ert að vera ógeðslega leið, vonsvikin. Vasta Prumpa. Þetta er gott. Ok. Segðu þú þetta? Maja. Nei, ég er of glöð, það er svo góð glöður. Nei, hugsaði bara síðasta þátt, þú varst óslega leiðileg við mig. Já, og þú sorry yfir því. Ég er óslega sorry. Vasta Prumpa.
Æ, ég get ekki. Þetta var meira svona hneykslu. Æ, Maja, veist að prumpa. Já. Ég var að vorkina. Já, allavega. Ok. Pepp. Ok, svona supportive. Mm. Varst að prumpa? Vá, hvað er góður þessi? Þjóðleikur sem er Maju. Ok, ég. Já, Varst að prumpa? þetta er geggjað. Ok. En þetta er meira svona excited, svona spennt, en alltaf, þú ert bara búin að, þetta var mjög þannig. Ok, you ain't Nælús. Ok. Flirty. Andrea. Gerðu eitthvað svona hárnaður. Ég er ekki með slegið hár. Andrea. Varst að prumpa? Nei. Ég prumpa ekki, Nei, tjók. ok. Maja, veist að prumpa? Blikka. Nei, Ok, og svo excited. Varst að prumpa? Herðu. Þetta er svo mikið rúst. Já, ég vann. Ég er að vinna. Já. Þú getur reynt þetta. Varst að prumpa, Maja? Já, þetta var líka. Nei, ha? Djöðlega þetta góð þessu. Já, ég minna. Eftir leikona. Ertu leikona? Maður spyr sig. Bara, Getur örgulega verið það. já, öruglega. Já. En hérna, sko, við ætlum að fá okkur, við ætlum að fá til okkar gest hér í settið, hana Álfrúnu Páls. Þú ætlar að tala við hana. Já, hún var sérst að vinna með okkur hjá NDC. Já, eins og allir. Já, við vorum náttúrulega mjög ungar. Ég held að hún Elspeth hafi líka við verið 15 ára þegar það byrjuðu, Já, skilur. einmitt. Það eru náttúrulega töluvert yngri við. Já. Já. Og Álfrún var með Centrum sem var ótrúlega flott búð í Kringlunni, hún er ekki til lengur. Nei, Eða þú veist, hún var að vinna breytti þar. kúltúr. Já. Og Og Elspeth Gunnars var líka í henni, mann eftir því. og Ég vann það líka á tímabili. Og á þessum tíma var Erna Hrund sko í Vestló og fekk stundum að koma ekki í Centrum og geima töskunum, skólatöskunum og hún var í mat. En þess vegna þekkistu allar. Já. Og ég er svo oft spurði að því bara, ég hef stundur spurði að byrja, fólk fyrst skrítið að hverju við erum vinkona þegar við erum ekki allar jafn gamlar. Já, einmitt. Ég hef ógeðslega oft lent í því, en Aldís, en Elspeth, en Erna og ég held að bara, ég man aldrei alveg hvað allir eru gamlar, ég man bara alltaf ég er elst. Já. Og þær eru yngstar. Já. Eða hver er yngst? Ég maður ekki. Anyway. Skiptir ekki máli. Nei. Age is just a number. Jepa. En og þú veist, hún var að koma með mér dólti út, en svo er svo fyndið, við höfum einhvern veginn allar haldið áfram að vinna í tísku á mismunandi vegu, skilur. Ég fór að læra fatahönnun, Álfrún fór að læra hvað heitir það sem hún lærði? Ég veit ekki. Þú veist, hún er blaðamaður, eða hún var ritstjóri og blaðamaður, hún Var ekki lærði bara fjölmiðlafræði? Jú, fjölmiðl og kynjafræði eitthvað, ég maður ekki, segjum það eftir að hún kemur. Já. Og Já, ég held að sé rétti þar. Já, þannig að hún var svona, þú veist, fór að skrifa rosalega mikið tísku, fór svo að vinna fyrir hönnuna miðstöð og núna fyrir Íslandsstöð, þannig hún hefur verið rosalega mikið að vinna bak við tjöldin, þú veist, fyrir íslenska hönnun og svona. Elspeth fór auðvitað að skrifa blogg og hún er áhrifavaldur og fleira. Og þú veist, einhvern veginn allar verið í allt þess að mynda, þú veist, í þessu en allar sikkuru einhvern veginn vagnin, það er svo skemmtilegt. Einmitt. Og náttúrulega, má ekki glemma því að Álfrún var náttúrulega líka ritstjóri Glamour. Já, það er íslenska Glamour. Bara flottast tískublöð sem hefur gefið út í Íslandi. Bara að það að þetta hafi verið doable náttúrulega bara saga til næsta bæjar. Já, veit það. Með 300 manns. Já, þannig að fáum hana í stólinn. Jep. Velkomin í settið, elsku Álfrún, og takk fyrir að koma. Það er nú bara, ég er mjög þakklátt út af því að ég veit þú komst heim í nótt og já, þú fegst ekki mikinn tíma til að undirbúa þig. En við vorum aðeins búin að kynna þig náðan ég og Maja. Við vorum að segja frá því að við höfum verið að vinna saman í NDC upprunalega. Í dag starfari sem, hvað sagðiru, almannatengill Íslandsstofu. Já, ég fagstjóri almannatengsla hjá Íslandsstofu. Já, fagstjóri. Já. Sko, mér langar aðeins að byrja samt á byrjunni þegar við vorum að vinna saman. Já. Að því ég man alltaf bara eftir, þú var svona lilla, komst inn og við vorum, þú varst með Centrum. Já, ég náttúrulega byrjaði sko 17, í Galli 17, byrjaði í Kringlunni, bara sem hlutastarfsmaður kvöld, eða þú veist, helgar og oft var ég að stelast líka til að taka vaktir eftir skóla og svona, ég var mjög peppuð fyrir Dugleg, já.
og svona vann mig svona frekar hratt upp, þú veist, í bara sáum díseldeildina og var svolítið mikið hérna í Gallerí 17, fór aðeins á Laugaveginn, var á einhverju tímabili var ég með hérna 17 jeans sem var við hliðina, Sella minninga, þar sem við vorum líka eitthvað aðeins að pröfa okkur áfram að gera eitthvað línur og svona, þú veist, þannig ég fekk svona aðeins áður en ég kláraði menntaskóla smá smakka af þessu og var svo aðstofverslunarstjóri í 17 eftir útskrift, ætlaði að taka mig pásu frá námi og svo einhvern veginn bara liðu árin og ég fekk hann að Centrum í hendurnar og sem er náttúrulega mjög spennandi verkefni og hérna við fórum til Parísar oft og kaupa bara föt alls konar innkaupaferðir, alls konar sögur, alls konar skemmtilegt og þetta var líka bara skemmtileg tími, þetta var alltaf bara allt rosalega margt fólk sem maður tók með sér frá NDC og bara við ekki svo vendu það maður eignast góða vini, fyrir lífið lærði, og það var líka rosalega lærdómur, þú veist, maður var svolítið hent út í djúpulaugina og þú veist, annarkvort fílaði maður það eða ekki og hérna það var gert smá krafa að við verðum duglegar en svo fengum við líka frelsi til að vera smá kreatív og það er ótrúlega ómöndulegt já, ég sammála, ég fann alltaf að þú veist, maður hafði rödd og það var líka bara þú veist, og það var líka og ég veri líka kannski oft hugsað það sko, ég veri mjög lánsum að vera með sterkar kvenkins fyrirmyndir í gegnum svona minn feril í rauninni, þú veist, eins og bara Svövu og svo í fleiri störfum, þannig að það, og mér stað mjög mikilvægt, það er eitthvað sem að svona skila sér áfram. Ég man sko eftir því ég hitt hana fyrst hérna í 17 Laugavegi hún var svo mikið drottning kom hann í ykkur jakkafötum og maður bara, wow ég ætla drottningin. Já, það var alveg, maður fór alveg á tærnar þegar hún en hún bara kendi okkur samt svo vel að því hún var sko, náttúrulega farlega skemmtileg svolítið, þú veist, hún er alveg hörð, hún er business lady, skilur og hérna, samt líka gaf okkur þetta frelsi mér finnst það ótrúlega, ég teki mjög margt með mér áfram frá henni já, sko. ég sammála, algjörlega hérna, og svo náttúrulega fór ég líka að vinna sko, samhliða því, þá lærði ég náttúrulega að verða sminka í leiðinni sælla minninga herði, það er nefnilega ekki allir sem vita það við tværum múa ég hafði til dæmis ekki hugmyndu það sko, að Álfrún væri sminka nei, ég vann alveg sko, og ég lærði hjá Andreu og Birtu á sínum tíma ég kendi einu sinni og þær spottuðu eitthvað sem að ég, þú veist, spottuðu ekki og, eða svona, vissi ekki alveg og þær spottuðu eitthvað og réð með sína vinnu í uniform á Hverfisgötu. Varst þú líka að spreyta hana fólk? Og hvað var ég að gera? Álfrún herru, var maður ekki bara nakin hann í spreytanni þarna niðri eða? Við rættum okkur, þá var ekkert byrja á svona spreyta. Já, sko, eigum að fara þangað. Já, tökum að það faka. Nei, en það var mjög, þú veist, og þið kendu mér, sko, þið voru náttúrulega komið bara þarna business nýr og Hverfisgötu, þar sem þið voru líka, þú veist, og þetta var náttúrulega, hérna, mjög langt síðan, þú veist, en við vorum líka, þú veist, lit og plokka, þið kendu mér að gera það, þannig að þið gátuð einhvern veginn annað þessari eftirspurn, þannig að ég lærði einhvern veginn ykkar aðferð í því og svo kom spreytanið. Og þá kendu þið mér það líka, þannig að ég geti tekið það svona annað sæt, sko. Þannig að það verður nokkuð... En sko verður að segjast þú segir, við vorum í gluggalausu rými þarna niðri með spreytanið. Þið voru með svona ákveðin stíl í litun og plokkun. Já, ég veit. Það hugsa sér að fara neitt annað. Nei, við vorum rosalega vinsalega reyði. Rosalega, og þú veist, ég gerir þetta alveg ennþá stundum við vinkunum mína, sko. Ég er ekki alveg hætt, en það er líka, sko, það er hérna, við vorum, þú veist, að skoða myndir frá þessum tíma og þá er ég að tala bara, þú veist, myndir, physical myndir, við erum allar eins og litin, sko. Ég veit það. Það er rosalega. Já, Mæja vorum að rífið það upp daginn að þegar við vorum að gera þetta og við fórum svo ástæðan til sig, sætla minninga, þá hérna var Öddi Blöð, hann sagði velkomin á þessa Airbrush-hátíð en til sig, allir ógstlega helt tannaðir, en veit það, ég segja ykkur að ég held að ég hef fengið tannorexíu hana. Já, ég líka. Að því einu sinni kom ég heim og maðurinn minn opnaði og sagði bara, þú ert ekki kona mín, að því ég var bara rosalega brún. Að ég fekk sko, ég hef aldrei getað sett með brúnkukrem eftir þetta. Ég get ekki nota brúnkukrem. Ég set heldur aldrei, ég set stundum í framan en aldrei á líkamann. Nei, ég gera bara aldrei, ef ég finn lyktina, ég fæ bara eitthvað svona, ég er bara læknuð eða eitthvað, ég veit það ekki. Ég vil freka bara vera kvít. Læknuð á tannorexíu. Já, það er mjög gott sko, en það var líka ógeðslega fyndið. Ég gerði það eins og vinkona mína sem var þá frá að hitta tilvonandi einmann sinn í dag. Í útlöndum Vörusvika. Og hún kom til mín daginn fyrir áður en hún fór út og hann var búin að vera í smá tíma úti og hún var að fara að hitta hann, ætlaði að vera æðislega sæt og hann þekkti hann ekki
Hættu sér. Hún svo bara, þú veist. Þekkt hann ekki? Nei. Hún er brún. Já, hún ætlaði að vera alveg reddi, Ég meina, sko. greiði rúmfötun okkur og allt bara, þú veist, hvað var að betra Nei, að fara í það er sturtu daginn eftir eða þetta var náttúrulega hræðilega. Ég stundum mamma frá djammi og maður kom við á Hverfisgötu og svona aðeins dassaði. Já, líka bara því við gáttum gert sjálfur alltaf, að gera aðeins meira við mig, bara aðeins, þú veist, eitthvað. Góði tímar. Góði tímar, það var allavega gaman hjá okkur, Já, en mjög. ég nefnilega fór að skoða myndir líka og ég á fullt albúm, næstíð þegar að segja sorry við ykkur allar, þannig að þegar ég var að læra ferðun, þá tók ég bara alla í vinnunni greinilega, ég á myndir af Aldísi, þér, Hepu, ég var að prófa að gera alls konar svona skrýtnar farðanir á okkur, ég var bara takk fyrir ennþá vini mínu, skilju. Sko, ég er Þegar náttúrulega þetta albúm gleyma- kæmist eitthvað, það var ekkert gott fyrir neitt, sko. Þú verður að sína okkur þetta. Já, herðu, þú verður eiginlega, Já. ertu með greiðan afgang að þessu ef við getum látið hérna brindi sig hendur sig inn í Nei, það þáttinn? veit, sko. Þú meina sína öllum þetta. Nei. Bara, Já, ég er alveg til það. Við skulum skoða máli. Eða ekki, Ég bara, þetta var kæft niður. jú, það er enda rosa flott mynd af þér, en það er ekki flott mynd af öllum. Þá má bara pósta myndina mér, allt er góðu. En já, en frá NTC fórstu þá bara beint til Oslo eða? Nei, sem sagt, ég var með Centrum þarna og Marta María Smartland, hún var náttúrulega með, hún var þá að vinna á Fréttablaðinu og var svona að skrifa tískupistla á Fréttablaðinu Já. og hún var líka bara mikið að versla og við þekktum staðins, hún þekkti hans pappa minn og hún segir við mig, hún var ólétt og segir við mig, ég held ég sé að muni þetta rétt, þú veist, hún segir hérna bara, pappin er rithöfundur, getur þú ekki skrifað? Og ég eitthvað, ég veit það ekki, jú, örglega. Jú. Þá var hún að fara í fæðingarorlof og vantaði eitthvað til þess að taka við. Og Hún hefur smá örlaðavaldur hjá þér. hérna, hún svona, hérna, ertu til í að koma í viðtal og tala við Jón Kaldal sem að þá var ritstjóri, eða yfir dagmáladeildinni. Og ég eitthvað var, þú veist, ennþá að hugsa hvað ég ætlaði að vera þegar ég er stór. Og þannig að ég sló til og byrjaði að vinna á Fréttablaðinu, þá er dagmáladeildinni sem að er, þú veist, aftasti hlutin á Fréttablaðinu, þú veist, og flestir Sem er basically lífið í dag, eða? Já, lífið í dag, Já, þú veist já, það, já, þú veist, aftasti hlutin, það er mjög margir og flestir byrja að fletta dagblöðum aftur og bak. Já, 100%. Já. En var þá ekki komin, þú veist, vefumiljarnir? Þá var það bara Fréttablaðið, nei, þá var þetta bara prent, þetta bara var physical. 2006, langum að segja, 5-6, og hérna, og þá vann ég þar í ár og svo þurfti ég að flytja til Noregs. Þurftur? Ég þurfti að flytja til Ó, Noregs. þú hverju? Nei, sem sagt Viktor, maðurinn minn, Já. spila fótbolta og hann var keiftur til hérna Lilleström í Noregi. Þannig ég hafði Ert ekkert þú um að það fara að segja, vera í sko. norska búningnum eða? Nei, Herðu, já, ef að ræða það eitthvað, með hvaða liði heldur á hérna, World Cup? Fraklandi. Alltaf Fraklandi. Ok. Alltaf Fraklandi. Af Eða hverju? sko, þeir eru bara flott, ég vel búningan, sko, það er bara Já, flott. ég líka, en ég valdi Argentínu, finnst Frakland flottari? Já, Hvernig er hann ekki dökkblár? jú, það er bara eitthvað við, þú veist, þennan hérna, hvað heitir þetta? Fánan? Já, hanan, hérna. Já. Já, mér finnst þeir bara rosalega flottir, svo eru þeir, þú veist, í fötunum, þú veist, sem þeir mæti á leikdag eða er að fara á milli leikja í Sækjum hús. Ó, já. Það er Alveg alveg mér geðveikt, finnst að maðurinn er svona fótboltagaur en þú velur liðið þitt út frá Já. Ég var að segja þetta árum komst, við vorum sko í treyjum en aðan. Já, Já, að ég vel bara eftir hvað bara litur flott stöður og þú veist, ég myndi mögulega halda með Brasli að hann var ekki alveg gulur, skilur nei, hann er bara ekki flottur, en þú veist, mér skilst ekki að þau séu Hollanda að fara þinn að vinna, þú veist, já. appelsingulur og svona, þannig ég tengi mjög mikið Já. við þeim. Við erum með aðlatrinu hreinu hér. Algjörlega, og það skiptir mjög miklu máli, finnst mér, búningarnir, sko. Já, ég er mjög líka. Já. Ég var svo spennt að sjá þessna Ítalía og eitthvað svona, svo var ég bara, Nei, þeir eru samt yfirleitt flottir. já, yfirleitt Já, nefnilega. já. En hérna, En er það Frakland alltaf með flottasta búningin eða heldur alltaf með þeim? Mér finnst það, Já, já. ok. Mér finnst þeir bara alltaf vera með þetta. Það er alltaf, eiginlega alltaf í Adidas, allavega, sem ég man. Og eitthvað svona pínu retro old school hafa Já. yfirleitt verið og þú veist ekki mikið. Svo Japan líka eru mjög, yfirleitt með geggjaða búninga. Ella, þeir kunna hann. Já. En hérna, í Oslo, þú lærðir hvað? Já, þá sem sagt var ég búin að vera ár á Fréttablaðinu og fékk eiginlega bara svona þessa fjölmiðla bakteríu Já, í já. kjölfarið, þú veist, ég var vinnan alltaf þarna var, þú veist, dagblaða einhvern veginn, það var blóma tími dagblaða á þessum tíma og hérna og bara fékk svolítið
svona, já, þessa bakteríu og þú veist, þetta svona, ég var svona blaðamanna barn, mér fannst, þú veist, vildi ekkert neginn, mér fannst þetta þetta var æðislegur tími, þetta var fyrir tíma samfélagsmiðla, þetta var fyrir tíma Facebook, maður var bara í símanum alla daga, ringi fólk bara hvað er að frétta eða fara á viðburði og þú veist, reyna að finna fréttir, þú veist, okkur einasta degi, já, þetta var æðislegt, þú veist, þetta var mikið, þú veist, það er náttúrulega bara nýtt blað okkur einasta degi sem maður þurfti að fylla. Og þetta er tíminn þegar maður fór í viðtal. Já. Það actually kom blaða með til manns með diktafón og ítti á, þú veist, æskiluru og svo komið næsta dag kannski eitthvað ljósmyndar. Þetta var eitthvað svona, núna bara finnst mér, þetta er svo mikið öðruvísi. Já, núna er þetta allt öðruvísi, sko. Þetta var, þú veist, og við þurftum að vera, þú veist, það var bara mjög strangt, bara, þú veist, morgunfundir á hverju morgni og þú veist, helst að vera með svona 10 nýjar hugmyndir, þú veist, að greinum og það var svona smá keppni í manni, maður vildi eiga stærstu greinina á öftustu síðunni, það var svona keppnis, sko. Þá voru fyrirsagnina klikkbeitsvæntalega, eða þú veist. Já, þú veist, og þú þurftir eitthvað að ná fólki strax og myndin og svo var maður ofta að berjast við, þú veist, auglýsingar fréttablaðan alltaf fríblað. Þannig að auglýsingarna líka, þú veist, maður var svolítið ofta að berjast við auglýsingadeildin og fá meira pláss fyrir greina sína. Þannig að maður var líka orðinn góður í að stytta efni eða lengi efni. Fórstu að Devil Wears Prada? Ég er ekki búin. Nei, ok. Þú hefur gaman að þér, sko? Já, örugglega. Af því það fer inn á þetta, alla breytingarnar. Já, einmitt, já. Það er svona svo gott að vera 20 ára milli myndana. En já, og þú lærðir. Já, þá ákvað ég bara að skrá mig í háskóla, maðurinn minn var að spila fótbolta og ég skráði mig í háskólan í Oslo og ákvað bara að fara í fjölmiðlafræði og blaðamennsku og ég vissi ekkert þá, þú veist, ég náttúrulega valdi ekkert þessa borg að fara til Noregs, eitthvað sérstaklega, en þá er það bara mjög góður, góður skóli, og gott nám, blaðamennska er mjög svona í hávegum höfð í Noregi og ég lærði bíanám, eða tók bíanám þá í fjölmiðla og svo tók ég kynjafræði líka. Já, tók eftir því. Já, þannig að það var svona sem aukafag með. Og greinlega valið rétt með að við framhaldið, sko. Já, og svo fór ég bara, svo fluttum við heim hana 2010 og þá fór ég bara aftur á fréttablaðið. Nú það var þannig? Já, hitti mína eftir mína gömlu kollega og þá í rauninu byrjar, þá bara réði mig bara í fasta vinnu og ég ætlaði bara að vera þar alltaf, sko. Mér fannst það aðeinslega gaman og einhvern veginn vann mig, þú veist, upp alls konar. Hvernig kom það til? Kom það næst? Kom það ekki gegnum það? Eða? Jú, já. Og þá í rauninu var, þú veist, 365 var það búið að kaupa fréttablaðið og þannig að það var orðið partur af þessari fjölmiðla samsteypu sem var þá stöð 2, allar útastöðnar og svo vísir og þá var og eins og er á fjölmiðlum með mikið mannabreitingum, mikið Torfa var nýtekinn við sem ritstjóri fréttablaðsins og hann var svona svolítið að integrera þessu vef og dagblaða, þú veist, við vorum jafnfæra á að skrifa bæði í blaðið og að færa þið yfir á netmiðlinn vísi. Þannig að það var orðið miklu meira samspil á milli ritstjórna. Þú veist, það var alltaf þannig að það var bara netritstjórn og dagblaðritstjórnin. Og ég verði síðan ólétt mínu sveitamati 2012 og áður en ég fer í fæðingarorlof þá segir Mikki við mig að þau séu í viðræðum við Condé Nast og spyr, eða hann spyr mig þekkir glamúr og ég eitthvað já og hann sagði lestu glamúr og ég sagði nei, mér finnst þetta svo geggjur saga, sko, sorry, ég Já. bara byrjaði að hlæja, Nei og ég var alveg bara nei, ég les ekki, þú veist, bara viðurkenndi það, þú veist, ég les ekki glamúr, ég les Vogue og hann bara já, við erum við Condé Nast og að fá sér sett að gera íslenska útgáfu og eðlilega, við bara ætlum að gera það bara eins og maður gerir, skiljið. eins og maður gerir og ég eitthvað svona en var svona eitthvað glamúr, þú veist, við náttúrulega á Íslandi hefum yfirleitt bara verið með, þú veist, amerísku útgáfuna glamúr, hún höfðaði ekki til mín en og svo var hann eitthvað, ertu til að skoða aðeins fyrir okkur, hvort þetta make sense og ég var bara á leiðin í fæðingarorlof nema hann einhvern veginn bara biður mig að vera til ráðgjafar í þessu ferli. Hvað þú eru fullkomin í þetta, fullkomin, þú veist, með, þú veist, þinn bakgrunn úr bæði tísku og svo, þú veist, í rauninni, sko. Fjölmiðlun, þú veist, já. Og svo förum við, fer ég í fæðingarorlof og ég byrja að fá bara send í rauninni mánaðarlega
til mín glamúr frá bara öllum heimshornum, þú veist, þau gefið út í 16 löndum, þannig ég var bara, þú veist, í fæðingarorlofinu bara einhvern veginn að lesa glamúr Rúmenía, glamúr þetta, var einhvern veginn svo skoð og sá að, þú veist, eftir löndunum var þetta bara ekki sama blaðið, þú veist, það var greinilega frelsi til þess að svona aðlaði að markaðinum. Þannig að ég kem aftur úr fæðingarorlofi og verð þá ritstjórnarfulltrúi, verði yfir Helgablaðinu, á Fréttablaðinu þegar ég kem tilbaka og þá samt þetta ævintýri byrjað, þú veist, það er búið að ákveða. En þú veist, planið var að, þú veist, upphaflega hugmyndin var náttúrulega að fá Vogue. Í bara Íslands Vogue. Já. Hella. Og en það er ekki svo, þú veist, það er ekkert svo auðvelt að gera það. Þannig að, þú veist, þannig að þetta svona, þú veist, já, prófa að gefa út glamúr sem svona litla systir Vogue í nokkur ár. Þú verið álfarinn tór, skilur við. Já, og svo, þú veist, einmitt. Og svo, þú veist, ef það gengur vel, þá getið þið fengið Vogue og þú veist, við náttúrulega bara og líka, þú veist, ég var 30 ára, skilur og hérna þetta sem ég elska samt við Íslands tögafar við erum bara eitthvað hindranir, nei, bara flott og þá, en þú veist, það var heldur ekkit eitthvað já og þú verður ritstjóri, skilur þetta var líka, ég þurfti að fara bara í rosalegt screening process hjá Condé Nast, þú veist, við erum bara partur af þessu risastóra útgáfu félagi og hérna þannig að ég þurfti að fara og þetta var 2000 basically sannaði fyrir þeim, þeir located í Ameríku eða Bretlandi eða hvað þarna var International skrifstofan located í París og hún núna í London og náttúrulega mikla breytingar þar eins og alltaf enn starfbúnir að vera en þannig að ég var alltaf í svona tók svona viðtalssessjón við svona International skrifstofuna og alls konar aðila þar innan á Skype það var ekki Teams og Zoom og þú veist, það var ekki komið þannig að það var svona að ringja inn á Skype og ég eitthvað, þú veist, í Skaftahlíðinni bara að, hérna, já, en það var svona, þú veist, bara 365 mælti með mér og ég þurfti svo bara að sanna mig og svo gekk það í gegn og ég fór í alveg, og við byrjum bara svona að brainstorma og safna liði, þú veist, við vissum alltaf að við værum ekki að fara stórritstjórn vorum alltaf bara þú veist, fórum yfir það svona, þú veist, þetta table of content sem alltaf hérna, eða svona, hérna, kreditlistin sem yfirleitt framalega í blaðinu, þú veist, öll hlutverkin hjá öllum bara, þú veist, heil blaðsíða hjá okkur þú veist, þú voru það 5 þú veist, allir með 1000 hata. Já, en samt gerðu þið nákvæmlega sama hennir. Já, og þetta það íslenska, við erum alltaf svo ótrúlega fá við viljum, þetta viðmiðið, þú ætlum bara að flott og glamur ekstra annar staðar og þið gera það 5. En við höfum líka alveg oft rætt þetta eins og bara því ég bjó í Breitlandi lengi, þú veist, það bara maður í bara hverri stöðu og hann gerir bara það, bara eins og, þú veist, í innkaupum, þá glemdi hugmyndin innkaupastjórinn vinna á gólfinu, þú veist, hann bara í innkaupum, svo annar sem les tölurnar og segir innkaupastjórinu hvað að seljast mest. Þú veist, þetta allt svona. Og það þú veist, og það alveg bara, hérna, þú veist, þetta gott og slæmt, þú veist. En basically unniði bara þrekverki, finnst mér, skilju. Í og þið gerðu þetta ógeðslega vel, sko. Við gerðum ótrúlega mikið. Við fórum, þú veist, ég fekk þess að Regínu Rork, sem var svona, hérna, fyrsta teimið í Glamour var Regína Rork, sem bara okkar fremsti listræni, svona artarektor, hún að vinna bara fyrir Calvin Klein og Louis Vuitton og hún bara út í heimi, þannig að við svona sóttum hana heim til þess að taka þátt í þessu verkefni og Silja Mag Ólöf Skafta var síðan aðstoðar ritstjórinn minn og var svona í hérna landslið, hvernig var treyjan? Já, nákvæmlega og svo var Hildur Einar sem var svona fyrstu auglýsingastjórinn og svo sóttum við hérna Öddu Sofíu í svona hlutastarf að skrifum hérna beauty og svo kom Rósa Já, og svo náttúrulega bara, þú veist, hérna, Rakel náttúrulega kemur inn sem sko starfsnemi fyrir Regínu, með Regínu og lærir af henni. En þú veist, ég og Regína fórum út til Parísar í bara svona bootcamp hjá Condé Nast, bara læra. Já, þú lærðir ótrúlega mikið og ég sjálf hringdi nokkur sinnum í því og þú varst að kenna mér smá líka þó ég sé allt öðrum anga. Þú hjálpaði mér, sko. Bara svo vitur að því að ég var bara álun hvernig ger ég þetta, þá voru samfélagsmiðlar að byrja á þannig og þú leiddi mig smá gegnum það frá þessu þannig að talandum við að dýrum þetta góða vinni maður og það var líka, þú veist, og það var líka með þessu, þú veist, við vissum líka að þetta væri, þú veist, við erum að gefa út blaðaprenti sem kemur út einu sinni í mánuði við þurfum samt líka, þú veist,
það er ekki nóg bara að selja auglýsingar í blaði, við verðum að hafa tekjustreymið, þú veist, reglulegra og þannig að þess vegna var, þú veist, það var strax krafi að koma á Instagram að vera, þú veist, og það var í rauninni stærsti miðillinn bara því að hann var svona sjónrannastur af þeim sem að, það voru miklur umbreytingatímar og mér fannst það sem mér fannst þið gera svo ógeðslega vel því að þarna eru þið að selja auglýsingar í þetta blað og þið voru og Rósa minni mig sem ég mann svona mest eftir þú veist, það var kannski auglýsing frá einhverju snirturmerki eða einhverju í blaðinu og svo að Rósa pröfa það að gera eitthvað með því á social media því náðu að tengja þetta svo fáránlega vel saman. Þetta var ógeðslega vel gert. Þetta var mjög vel gert og þess að Inga Rósa kom síðan yfir auglýsingasöluna, hún ætla algjör kempa úr NTC ef eitthvað kann að selja það er Rósa, nei Inga Rósa sko. Já, það er búið að kenna okkur að selja, það er fakt. Það er svo leys og svo Rósa María kom inn líka og þær voru svona góður, þú veist, Rósa var með samfélagsmiðlana alveg á hreinu og Inga í svona auglýsingasölinu og við í rauninni bara bjuggum til pakka, þú veist, smá, bara kaupir eina síðu og svo, þú veist, þannig að þetta varði miklu meira bara svona, þú ert partur af ykkur samfélagi, þú auglýsir hjá okkur og þú ert partur af, Er búið að loka sér Instagram síðu? Þú veist, ég veit það ekki. Ég var að leita hann, ég fann hann ekki. Það gæti verið, sko, það gæti verið að við, já, ég þekki það ekki, Þetta var alveg svona uppáhalds og þetta var alveg orðið þannig, ég elska forsveinu hennar með Björk. Já. Og ég var alveg að vanda mig við að vera heima með mér að taka mynd af kaffibollunum mínum og þeirri blaði og taka glamúr og þetta var alveg svona þeng, skilu. Þetta var eitt svona uppáhaldsblæð, það var mjög gaman núna því að ég var að fletta gegnum það lengi, út af því að hún er náttúrulega með sýningu í Listasafni Íslands og svo James Merry og við erum líka með viðtalið James í þessi blaði, þú veist og þetta er 2018, að þið gerðu ekkert smámortflót og þið voru líka með þeim fyrstu að vera að halda svona viðburði með merkjum sem voru að auglýsa hjá okkur eitthvað svona það var ógeðslega vel gert. Það var rosalega mikið af svoleiðis, það var alveg bara það var mikið, þú veist, við vorum mikið svona viðburðahaldi og það var líka, þú veist, og oft bara herðu, þú veist, Rósa, þú var að fara inn á Mátun og Klefa og máta þessa peysu og þú veist, við erum í samstarfi við þennan og við vorum líka bara svolítið að finna okkar fjöl í þessu. Maður lét sér ekki vanta í glamúrpartí, sko. Nei, það var bara þannig. En byrju, ok, þessi fórsíða. Já. Men hún kom hingað, var það eitthvað vegum? Hún kom hingað, við fréttum af því að hún var að koma. Þetta er Kristi Turlington. Þetta er Kristi Turlington og ég man ekki alveg hvernig það var. Náttúrulega Silja var að flakka milli New York og Reykjavíkur og hún, einhvern veginn, við fengum fregnir að því hún var að fara að hlaupa Reykjavík marathoninu og þá vorum við bara, hún verður að vera fórstíðin, en þetta er auðvitað, þú veist, þú færði að hitta Kristi Turlington það er alveg smá mál þú veist, smá ves og svo er þetta líka, þú veist, við vorum ekki með sömu budget og hinn blöðin sko. Við þurftum bara að láta hlutin að ganga upp og þessi myndataka var náttúrulega, þessi stórkostlegar myndir að Kristi inn í þessu blaði og við vorum með alveg bara rosalega flott teimi sem að Silja var með myndirnar eru teknar minnum í Hamptons eða eitthvað fyrir utan New York og það var ekki budget fyrir mig að fara út eða Ólöfu til að fara út að taka viðtal við hana þóttum ég langaði það mjög en þannig að vinkonu mín Telma Þormars sem að vann sem fyrirsæta út í New York hún tók viðtalið maður reddar sér þetta er þetta íslenska, þetta reddast þú veist, þetta er alveg sko merkilegt að þið bara púla þessu öllu. En byrju, er ekki til mynd á okkur með henni? Jú, og svo kemur hún sér hingað og við höldum við höldum partí á 101 með henni og hún var sérst að hlaupa fyrir góðgerðarfélagið sitt Every Mother Counts og það var svona svolítið ástæðan fyrir hún vildi gera þetta, þú veist, hún vildi vekja athygli á þessu góðgerðarfélagi og heldur partí með okkur á 101 þar sem við vorum að fagna þessar útgáf. Vel gert. En hvað svona eftirminnilegasta viðtalið eða viðmælendin eða forsíðan? Ég man eftir einu sem var svolítið skrítið þegar þið gerði eina svartkvíta fórstuðu. Já, það var líka er það ekki sjálfgeft? Það er bara eiginlega ekki leyfilegt sko. Og hvernig fóðum það ekki? Sko, og það var líka eitt af því sem við þurftum að gera sem að við náttúrulega vorum, þú veist, við vissum strax að við vorum aldrei að fara að gera ameríska glamúr, við vorum alltaf að fara að gera glamúr fyrir íslenskan markað, þú veist, það sem að eins og þið þekkið, það sem að við kaupum mest svörtvöld og erum svona frekar við erum aðeins öðruvísi en líka bara aðrir í Skandinavíu og við þurftum, það tók alveg þú veist, mjög langan tíma og var bara stöðu baráttu í rauninni við skrifstofarnar úti að koma þeim í skilning bara, þetta virkar ekki í Íslandi þetta virkar á Íslandi, þú veist þannig að smá sam og við hefum reyndi innkaupunum líka þú veist
við þurfum bara, og þú veist, þannig að við þurftum alltaf að senda hvert einasta tölublað út Að fá samþykki. fyrir prentun til að fá samþykki Hvernig fengu þetta svarskvæði? og sko, ég man það ekki alveg en það getur verið að við höfum sendt aðra forsíðu. Talandi góða sölumenn. Nei, ha? Það getur verið, sko. Við allavega komumst einhvern veginn stundum Sníki. já, og stundum er bara betra að gera hlutina og byggðast afskunar eftir á, sko. Ok, þetta er Þannig alveg. en það var líka Svarthvít lygi. En það var líka gæt. En og hver ég er er svona... með þessa mynd, sko, upp á vegg heima hjá mér, Er alveg það? stóra eftir Silju, já, Vá, hún er svo flott. já, ég trúi því. En þú veist, eftirminnilegasti viðmælandinn, er eitthvað svona sem þú manst eftir? Eða Sko. eitthvað svona atvik sem þú manst eftir í frá þessum tíma sem að... Þetta var náttúrulega bara rosalega keisla, þetta var rosalegt álag sem er ástæðan fyrir að ég síðan bara, þú veist, þetta Ég er er bara komið hætt. gott, ég er búin að vera, þú veist, þetta eru 40 eitthvað tölublöð, þú veist, þetta, þú veist, ef ég held áfram á þessum hraða þá, en þannig að, sko, það var náttúrulega æðislegt að fá viðtal við Björk, það var æðislegt að fá Björk á forsíðuna og það er ekkert sjálfgefið og ég er mjög þakklátt fyrir að hún hafi leitt, þú veist, Silja tók myndirnar af henni, ég tók viðtalið og hún var bara algjörlega frábær. Ég elska þetta blað. Þetta tölublað var líka eftirminnilegt þar sem að við tókum viðtal við konur svona konur sem að svona í listinni þetta voru svona sterkar kvenkyns fyrirmyndir sem kannski ekkert er alltaf í viðtalum og þarna var meðlans viðtal sem er mjög frægt við Fran Líbovits sem veit hvað Fran Líbovits er, hún er algjör snillingur rithöfundur og pislahöfundur hefur samt ekkert verið að gefa neitt mikið út af bókum en er bara fáránlega orðheppin og skemmtileg og þarna eru svona gullnar setningar sem að ég í þessum viðtölum og þessu tölublað og ég var mjög ánægð með þetta tölublað að vera með konu á þessum aldri í jakkafötum framan á blaði, já, þetta var þannig að þetta var svona eitt af mínum uppáhalds og þú veist að tala við þessar konur bara jafnrétti kynjana og listina og við vorum svolítið mikið að gera það og við vorum með, þú veist, við vorum með Tyrfing Tyrfingsson sem pislahöfund og við vorum svolítið að aðeins að reyna að augra þessu svona hefðbundna glamúr normi, þóttu við vorum auðvitað líka fjallum trend og tísku og föt og svona þá, þú veist, blönduðu því við svo margt annað, sko. Já, það var ótrúlega vel gert. Tókum viðtal við, þú veist, konur sem að hafa valið að eignast ekki börn til dæmis. Tókum viðtal við konur sem að eiga í flóknu sambandi við hárið á sér, bara svona, þú veist, við vorum með, þú veist, bara er hárleysi, þú veist, þarft að hárinu að halda, eigur það sjálfsöryggi og sjálfsmynd og svo vorum við líka að tala bara, herðu, hvað tösku áttu að kaupa, hvað er besta fjárfestingin? Þú veist, töskur eru svo listar, þetta er fjárfesting. Já, einmitt, þú veist, og við vorum með heila úttekt á því, bara þú veist, þú ert að kaupa þetta og þú ert að fjárfesta. Við hefum átt að gera það, við hefum átt að hlusta og lesa og hlusta og gera. Já, einmitt. Ha. En byrju nú við, ferði ekki þaðan, fórstu beint til hannuna Nei, svo fekk ég eiginlega bara, og það fara alltaf að segja þetta núna, en ég fekk 35 ára krísu, þar sem hugsaði bara, herðu, þú veist, á ég bara verið að gera þetta allavega, eða þú veist, ef ég á að skipta það þarf ég að gera það núna. Og ég var líka bara komið svolítið leið, ég var komið leið á, þú veist, ég þurfti bara smá pásu. Þannig ég hætti, en gaf alveg, þú veist, og það er líka eftirminnilegt tímarit, sérst tölublað þegar við vorum með Rúrik Gíslason á forsíðunni. Já. Og ég fór út með Baldur Kristjáns ljósmyndara og tók viðtal við Rúrik og Baldur tók myndirnar og þetta var í fyrsta sinn sem það var kallmaður framan á glamúr. Var það síðasta tölublaði? Það var síðasta tölublaði mitt. Já. Byrju, hver tók við þér? Það var, það var Edda tók held ég eitt tölublað og svo Björk Eðsdóttir tók held ég eitt tölublað. Já. Ég bara, já, einmitt. Ok. Já, þannig að það var mjög eftirminnileg og góð forsíða Rúrik og það var eiginlega svona, þetta var svona eftir HM, þú veist þetta, hann var svona búin að var aðeins að tala um þessar samfélagsmiðla, núna náttúrulega miklu meiri stjarnar, sko. Ég man eftir, maður fekk blaðið, maður var spenntur og svo bara svona Rúrik, maður bara, það var svona, maður var surprised og mér finnst í raun og veru ekkert blað hafa komið til mín í þessum dúr sem ég nenni að lesa, en kannski núna Vogue Scandinavia. Já. Mér það svona kannski, mér það smá sniðu til Vogue að gera það. Það meikar sens. Það meikar Vogue Ísland. Já, þú veist, við hefum kannski líka alveg vilja að gera þetta, þannig að það er svona þvert á, en það er
þvert á lönd sko, og auðvitað þú veist það var alveg flókið að fylla 12 En ég á meina, ári, þú það er var líka- erfitt að finna þú veist, umfyllunarefni og það var bara mjög flókið að láta þetta ganga upp líka rekstrarlega séð, þú veist, hvað erum við með marga auglýsendur, hvað erum við með, þú veist, þetta, þú veist, Við það erum svo þurfti lítið allt land. og bara dreifingin, áskrifendur Ég man þú veist. eftir, ég tók að mig bara að haka upp í Garðabæ. Já. Ég var alltaf bara, ef það var búið að ruggla eitthvað í glamurblöðun, raða allir upp á nýtt sett og alltaf fremst, ég bara gerði alltaf þegar ég var á kassanum. Já, skilurðu? ég fekk það var mjög þakklátt að vera með svona útsendar og stundum var ég bara eitthvað, þú veist, að miðnætt á föstudegi bara eitthvað, okkur blaðið ekki komið í Ólís Já, í einmitt. Hveragerði, eða skilur bara, þú veist, þetta var alveg, Já, Já þetta voru ótrúlega skemmtilega tímar já, og þetta hefur breyst alveg rosalega mikið og það er bara, að ég veit ekki, sakna svona actual blaða mjög mikið. já, ég samla. Þú veist, Instagram og það er allt æði en ekki, þú veist, það er mikil hafsjór, þetta er miklu, ég veit það ekki. Já, ég er farin að þrá þetta aftur. Já, það verður kannski eins og vínilplatan, kemur bara allt aftur. Já, vonandi. En svo tókstu nokkur ári á Hönnumiðstöð. Já, ég fór sérst eftir ég hætti á Glamour, þá vildi ég bara fara að hugsa, ég ætlaði bara að fara að gera eitthvað allt annað, skráði mér heimspeki í háskólanum, ætlaði bara svona að hreinsa á hugan og fara í gagnrýn hugsun og eitthvað. Og svo hlær maður. Já, einmitt, eins og það hafi. En það var reyndar algjörlega geggjað, en svo svona svolítið kom Hönnunarmiðstöð upp í hendunar á mér og ég var líka svona, ég er búin að eyða öllum þessum tíma í að afla mér, þú veist, Þessa þekkingu. Já, með þessa þekkingu og þennan bakgrunn og hvernig get ég nýtt það án þess að fara þá í sama og það er svolítið að fara bara hinum með borðið og fara í kynningamálin og það var rosa gaman. En sko ég man eftir þú að stundum að senda mig bara að því þegar þú varst að gera Glamour og þegar þú voru að tengja þig yfir þá vantaði ykkur oft linka eða þú veist, íslensku vefsíðuna voru ekki alveg að fylgja þannig að þið voru oft að taka erlendis. Ég man það var eitthvað sem ekki hjartans mál að vera með íslensku hönnun. Já. Og þú veist, og það var ekki ykkur, það var okkur, skilur. Já. Og þannig að þú veist, svo ferði þarna yfir í Hönnumiðstöð, það var svo, samt svona smá rökrætt framhald og þar ferði að vinna raunverulega fyrir íslenska hönnuði, bara allt öðruvísi og og mér finnst bara svona aðdánavert að ég teki eftir því þú er alltaf lagt bara mjög mikið fram eins og þegar að hönnunum að séra og svona vera í íslensku hönnun og vandar mjög mikið við þetta og mér finnst það bara svona, já, bara ótrúlega flott, en segðu mér hann svona frá hvernig þessi áru voru. Sko ég hef alltaf, þú veist, haft náttúrulega bara, þú veist, sko þetta var, ég var samt, hélt ég vissi mikið íslensku hönnun en gerði það ekki áður en ég byrjaði Hönnunarmiðstöð í raun, þú veist, og Hönnunarmiðstöð náttúrulega, þú veist, ég eigu 9 félaga, þú veist, þetta er vöruhönnun, þetta er grafísk hönnun, þetta er arkitektur, innanhúsarkitektur, og allt þar á milli, þú veist, fatahönnun, þannig að ég svona vissi í rauninu vera ekki neitt sko og þessi tími þar var náttúrulega gríðalegu skóli, bara læra inn á alla þess að geira, læra inn á alla gróskuna, allt sem er að eiga sér stað og allar áskorunirnar sem að þú veist, íslenskir hönnuðir og arkitektar þú veist, þurfa að glíma við líka íslensk, eða þú veist, hönnun á Íslandi og er frekar ungt fag, þú veist það er við erum ennþá svolítið að fatta það og læra þetta er ekki eins og í Danmörku þar sem þetta er bara partur af þeirra menningararfi, þú veist, og þannig að ég myndi segja að þú veist, eins og þú spurðir einhvern tímann, þú veist, er íslensk hönnun vanmetin, en þú veist, ég myndi segja að það var eiginlega bara, hún er ekki vanmetin heldur erum við bara í smá við erum smá að mennta þjóðina í að kunna meta gæði og kunna meta gæðin í því, gæðin sem félast í því að fá hönnuði til liðs við sig, að vera í hönnuðum fötum, að vera vera með þú veist gæði umfram magn. En svo finnst mér líka svo fyrir mína parta, þú veist, og alveg eins og með Glamour, við erum bara með, markhópurinn er bara, hvað vorum við að tala um aðan, 40-50 manns, ef þannig er því. Þú veist, bara konur á þessum aldri sem er að lesa þetta og kannski kaupa eitthvað hjá mér og við erum eiga, þannig að við erum ekki að selja og við tölum sér tungumál, menna enginn er frá að hlusta á podcast okkar nema þessir einhver partur af þessum 40 konum og enginn er að lesa blaðið eða að kaupa föt sem mér, en svo er smá erfitt fyrir mig sem til að senda út nefnir sem eitthvað base, eitthvað annars þar í Evrópu. Skilur við? Já, þannig með þannig að stækkuna möguleikanir okkar er alveg svona smá hamlandi, þú veist.
ég er ekki að segja þess ekki hægt, en það er ekkert eitthvað bara, það er öðru sem að værum á meilandinu náttúrulega. Já, ég held líka samt að þarna geti, þú veist, og það er alls konar, ég meina það er alls konar vinna sem er að eiga sér stað bara að láta, þú veist, stjórnvöld og fleiri, þú veist, að verður að vera til að greiða einhvern veginn götur íslenskra hönnuða til þess að geta skala sig og svo, þú veist, og hvernig eiga þeir að skala sig. En það er bara mjög spennandi tímar, held ég, í íslenskra hönnun. Og ég held að fólk ætti líka bara að vera svolítið döglegt að gefa því gaum og ekkert betur en að fara þá að hönnumassa. Nei, ég veit það. Og þú náttúrulega varst bæði að sjá hönnunarmassa og allt tengt því sem gerði náttúrulega listavel. Hönnunarvelunin, þú veist, allir viðburðir. Já, hönnunarvelunin, og svo gerði við nýja hönnunarstefnu með stjórnvöldum og hönnunarsjóð, þannig að maður lærði á bara þetta kerfi og þetta svona ekosystem. Og þið gerðu líka, hvað heitir það, svona síðu þar sem all merkin er inn á. Ég tók alveg eftir því að ég get sé hvaðan klikkin koma oft frá ykkur, skilur við. Já, frábært. Það var líka svona eitt af mínum fyrsta verkefnum var að taka öll þessi verkefni og gera bara, þú veist, eitt þú veist, þetta er ein heimasíða með öllu. Já. Ertu, þú veist, hönnuður eða viltu vita meira um íslenska hönnun? En hvernig er svo að fara þaðan yfir til Íslandsstofu, þannig að núna ertu eiginlega komin á miklu stærra vettvang? Þú ert bara að selja Íslandi heil lægi sinni. Já, í raun og veru. Það er rauninni bara var mjög rökrétt framhald, þú veist, og bara mjög spennandi næsta skref. Ég var búin að vera 5 ár hjá Hönnunarmiðstöð, það er náttúrulega líka bara svo skapandi verkefni, þannig að mér finnst það líka vera bara, þú veist, að hleypa nýjum að og fá nýtt blóð þangað og fannst þetta spennandi að fara yfir til Íslandsstofu og taka þátt í að svona kynna Ísland og íslenskar útflutningsgreinar og það snýst svo mikið og það tengist svo mikið líka það að vera blaðamaður, þetta er að segja sögur, við erum að segja sögur frá Íslandi. Nákvæmlega það sem að ég var að tala við chat í gær, hann sagði að hún er svo mikill sögumæður, hún er að gera það allstaðar á mismunandi levelum, hann sagði nákvæmlega það. Og það er svo gott að vera með, þú veist, maður bara annarkvort ertu með, þú veist, nef fyrir góðum sögum ekki, þetta fréttanef, þú veist, og þá þannig að það skila sér inn í þessa vinnu. Við erum í rauninni höldum utan almannatengsla í rauninni og byggjum við erum svona smá brú á milli bæði stjórnvalda og svona annar hagaðala og erum að vinna, þú veist, við vinnum með 5 svið, þannig að við erum að vinna með hugvit og tækni, orkugrænar lausnir, skapandi greinar sem er þá í rauninni allar skapandi greinar á Íslandi og svo ferðarþjónustuna og sjávarútveg og matvæli. Já, það er smá. Já. Og þú varst að koma heim í nótt, eins og það sagði, varst að 3 days átti sæna. Var margir Íslendingar að sína? Við vorum með sýningu, já, það var alveg fullt af Íslendingum að sína. Við vorum með æðislega sýningu með Dögg og Dýpi, ég veit ekki hvert Málingin, já, í íslenska sendiráðinu, þannig að það var svona það sem við vorum að halda utanum, og svo PR-ið þá í kringum það. Og Dögg hún er húsgagnahönnuður, búin að búið í Danmörku lengi og hún var í raunveruleika þáttum sem að hétu Danmarks næste klassiker. Og sem að voru á DR, já, þar sem að þeir voru að reyna að finna næsta svona klassíker, hönnunarklassikina og það er mjög gaman að það hafi verið Íslendingur í þeim þáttum og hún náði mjög langt. Hún var að sína og svo var fólk Reykjavík að sína og fleiri. Andra, þú ert að kíkja þess að þetta? Ég þarf að kíkja þess að þetta. Talaðu dönsku og allt, við erum annan fótaðar. Ég held að segja að Ísabel er flytið þangað, ég á kaffivél í Danmörku, það er fyrsta sem ég fekk mér. Ég ætla að vera með annan fótinn þar, það er planið. Æðislegt, já. Því vinn svo mikið þar, þannig að ég þarf að henda mér svo þætti. Danmörk er alltaf æðislegt, þetta er líka þessi sýning 3 Days of Design er búin að springa algjörl út, ég held að það hafi verið kringu 600 sýningar og já, en maður fekk alveg. En svona overall, yfir allt sem það gera, hvernig breyttu samfélagsmiðla leiknum? Og hvað er gott, til þess betra að verra eða bæði eða, þú veist? Sko, samfélagsmiðlar eru, þú veist, það góða við samfélagsmiðla er að allir fá rödd og það vonda við samfélagsmiðla er að allir fá rödd. Skilur, mér finnst það vera bara sama. Já, þannig að, þú veist, og auðvitað breyta þeir breyta leiknum, þú veist, breyta líka bara leiknum hvernig við erum að neyta efnisins, þú veist, við erum að neyta efnisins
snögt og hratt og stutt og þú veist, ef það grípur okkur ekki strax þá eru komin eitthvað annað. Já, bara síðan Þannig að attention það span, breytir því hvernig við verðum að framsetja til þess Já, að verður alltaf að gera svo hratt, Já. verður húk og þetta er bara, já. Þú veist, og mín tilfinning er smá, erum við að ná eitthvað smá kappi á því, þú veist, erum við að fara að rúlla okkur aftur tilbaka og vilja vera bara í mómentinu og lesa eitthvað sem Já, er ég get aldrei. Ég held að það sé alveg rétt. Maður er Já. svona, finnur það smá sjálfur, maður er orðinn þreyttur dálítið á sem hraða og bara eins og þú varst að segja með blöðin. Ég sakna mjög mikið bara að kaupa með Setjast blöð niður. og ég Já. einhvern veginn held mögulega að við séum komin einhver tring með þetta. Já. Nákvæmlega. En ef við förum aðeins yfir í lúkið, áttu eitthvað uppáhalds átfett? Ég er rosalega, þú veist, basic. Ég er rosalega bara, ég get verið, þú veist, já, í freka basic en svo get ég verið með eitthvað svona, í einhverjum kannski Þú ert litrikum nefnilega skóm. ógeðslega góð í því. Ég Ég veit þú vandar vali hvað þú kaupir, Já. ég hef tekið eftir því og þú átt yfirleitt svona sem getur púsla saman um mismundi vegu, eða þú veist svona, veistu hvað er menna? Já, Svona, já. Ég Bara sem góði með- staples í fataskapnum Já, hún er það, sem að já. er auðvelt að mix og mattsa svo maður þurfi ekki að eiga endalust já, og drasli. og með aldrinum hefur maður aðeins farið að þekkja sjálfan sig og sinn stíl og hvernig maður, og ég viðurkenni það, þú veist, eftir að hafa verið öllu þessu, þá átti maður líka svolítið svona flókið samband við föt og finna sinn stíl og eftir maður eignast börn, þú veist, maður er alltaf búin að vera, þú veist, svo mikið að skoða föt og kaupa föt og þannig að ég þurfti að fá smá svona distance frá því og ég fór líka þegar ég byrjaði í Hönnumist að fór ég á Copenhagen Fashion Summit það sem að er Ég veit. svona sustainable ráðstefna maður satt 2 daga bara að hlusta á fólk í tískunni, tískubransin náttúrulega bara er í smá dilemma, þú veist hvernig hann á einhvern veginn að díla við þetta overconsumption og fast fashion og allt það og ég fekk svona smá bara, ég ætla að prófa ég heyrði, það var eitthvað sem sagði þannig á sviði á þessu ráðstöfnu, ég ætla að prófa bara að kaupa mér engi föt í ár Gerður það? og ég ætla, já, og ég bara ætla að nota það sem ég á til og því að ég man ekki hver það var sem sagði þetta við menn, hann sagði bara, þú veist, þarna færðu áskorun hvort þú sett með góðan stíl eða ekki þú veist, það er ekkert mál að vera með góðan stíl og alltaf nýjum fötum en þarna, þú veist pröfu að skora á ykkur, bara að nota það sem þið eigið og það var mjög mjög lærdómsríkt. Okay. Og hvað var fyrsta flíka sem keypti þér eftir þetta marathon? Ég man það ekki. Nei. Það hefur örugglega verið eitthvað svona eins og sokkar hann herpes. Okay. En þú varst búin að segja flottast að HM-treyjan, Ítalía. Nei, Frakkland. Nei, Frakkland, fyrir ekki að aukvöð. En áttu ykkur að drauma tösku eða er eitthvað taska óskalistanum? Sama spurningu varst með í Glamour og svolítið svona, þú ert ekki að hugsa hvað hann kostar. Þú veist, þú bara svona, ef þú mætti velja eina, hvaða tösku myndir þú velja? Já, náttúrulega bara Birkin. Eða ekki? Jú, Hvað það er lit? besta fjárfestingi. Já, ég veit það. Ég myndi velja svarta og svona mjúkulegri með gulli. Gulli. Gott svar. Er eitthvað kaup sem þú sér eftir að það keypt eða hafa ekki keypt? Sko, nei. Eins og það Þú hafðir veist- átt að kaupa Birkin hérna þegar þú varst að skrifa um Já, það. ég hef Hún væri verið búin að græða þrefaldast í helling, verði. sko, ég veit það. Nei, ég segi svona. Nei, en ég sé kannski það núna því ég er með, þú veist, á ungling 18 ára stelpu og kannski það sem ég sé eftir er að hafa losað mig við Já, allir ég sem veit ég það. átti. Þær myndi nú elska að fá að vera í Já. allum dísilbuksunum Já. því núna. Já, og En- þú er alveg búin að skamma mig fyrir það, sko. Já, En ég get kent manninu mínum alfarið. Já, það er mjög gott. Allt Viktor að kenna. Það er gott að geta hendur svo okkur annan. Já, Ég er búin að losa mig svo mikið af mína því ég hef bara einfallega ekki plásslega geima Nei. búandi í 100 okkar ára gamlu húsi hérna í Vesturbænum sko. já, við eigum Það er það ekki- saman. Já, það er ekki mikið geimslupláss. En mér finnst mjög gott að losna um föðs, já. Ég er Ég á alltaf- enga stelpur heldur. Nei. Þannig að það er enginn að fara að skamma mig. Ég er alltaf með mömmu, hún pikkar út það sem ég er að fara að selja. Já, ég heyrði það. Já, og veistu hvað hún sýndi mér gær, ógslagur, núna ég setti í stóri fyrir þetta, herðu, Andri, þetta er fyrstu gúmistífli, bara fyrstu gúmistífli, minn svona eldrauð, bara svona lítill, bara í toppstandi, Ég má Einmitt, þau í bara. toppstandi, já. en allavega, áttu eitthvað svona uppáhaldsflík allra tíma? Má vera auka hluti líka, skóra að taska. Ó, ég veit, Já, segðu. arbandi, Chanel, ekki? Já, jú, það getur verið það. Ó, ekki, En það er, þú veist, ég er uppáhaldsflík allra tíma, ég held að það sé frekar eitthvað svona, ef það er eitthvað eitt sem að ég, þú veist, á alltaf og þú veist, ég fell alltaf fyrir, þá er það eiginlega, þú veist, bara svartur jakki. kápur,
Já, ég er svolítið svona yfirhafna típa. Og brúðakjöllin, það var mjög flottur. Og brúðarkjöllin sem ég ætlaði að lita, mannstu, þú bannaði mér það. Já, vókaða gott sem er. Já. Hvernig ætlaði að lita hann? Vistu, hún er svona Caroline Bassett. Já, nei, en ég er samt að spá Brúðakjöllin ég því að hennar hún var er svona svoleiðis. Já, ég var, þú veist, já, hún er búin að vera í uppáhaldi hjá mér í mörg ár, sko. Hún er svona algjört fashion. Þegar ég icon horfði á fyrir mig, Love Story var ég bara, þetta er svo Álfrún. Já. Án gríns. Mjög gott. Já. En það var, brúðakjöllin var svona það var spagetti svona strax, bara- svona já, bara plain. mjög En ég er mjög forrútt hvernig ætlaði að lita Æ, svo hann. hugsa ég er aldrei fyrir að nota hvítan síðkjóla og ekki bara litan svartan Já, eða einmitt vínrauðan svartan, já, eitthvað make a og, sense. þú veist, og það get ég bara notað hann Ekki bleikan eða eitthvað. Nei. Þetta er Álfrún Páls, sko. Ég ætla, Þess vegna var ég að spá í hvaða lit ætlaði hún að lita kjólinn. já, Skilur það er ekki litur, Nei, það er þú litar svartur. hann nei, það er ekki. svartur, Já, sko já. Af svartur því er að litur, ég held, sko, ef þú litar hann, þá verður saumandi samt ennþá hvítir til Já, mér. ég veit að þetta er bara ekki góð hugmynd en hann er Hann er ennþá rosalega fremst, sko. fallegur í hvítu, bara frekar við svartan blazer eða eitthvað. Já, ég finn eitthvað tækni. Ég er náttúrulega auðvitað við ykkur, ég er eiginlega ekkert svart, sko. En hérna, möstu þau í skápum fyrir sumarið? Herðu, ég er smá að spá í að pröfa þetta Capri atrið. Ok, Ég er orðin hún smá- er með Ánægð með body í þig. það. Já, Ég er að segja ánægð ekki með það. það. Hrifin, já, ég svona ég er hikandi eins og Nei, heyrið, þú púlar en það. ég er að spá í að Þú ert tjekka á því. akkurat típan sem púlar það, ég segir það. Já. En síðastu spurningin, uppáhalds Blue Lagoon Skin Science varaðin? Sko, ég á alveg eitthvað af því. Ég tek alltaf með mér af því að nú er maður svolítið að ferðast og ég er alltaf með Hydrate maskan með mér. Hérna, Er það ekki sofamaskin? Það er Blái? sofumaskin sem Jú. Maja er búin að endurnafna sofumaskin. sögumaski, Af já, því að ég maður má sofa með. Af því þetta er einu maskin sem má sofa með. Já, maður verður svolítið svona, hann er fullkomin líka núna þegar maður er að fá smá sól á sig, þegar maður vantar raka. Já. Ótrúlega góður fyrir Ég það. setja hann á mig, þú veist, eftir flug, stundum í flugi, fyrir flug og ég hef líka farið, þú veist, út að hlaupa meðan að það er kallt úti. Þú veist, og þá bara setja ég hann á mig og leifa hann að Herru, mjög gott ráð, og sérstaklega fyrir mig hlaupadrottninguna sem er alveg að fara að byrja að hlaupa. Ég ætla að fara að segja okkur þegar hætti við ætla ekki. Já, þú ert alveg að fyrir byrja. Þannig að það eru peppandi. En hérna, ég kom einmitt með svona 2 litla til að gefa þér. Einn mineralmaska og svo Geggjað, takk hvíta. fyrir. Hann er sko, þessi sem storknar, hann er líka æði. herri snill, þetta fyrir beint í Það er beint í ferðatöskuna. notkun. Já, Geðvegt. En Álfrún Pálsdóttir, vinkona mín og snillingur með meiru, takk fyrir að koma. takk fyrir mig. Áfram Ísland og ég bara hlakka til að sjá hvað þú gerir næst. Þú og dörglega eftir að koma ykkur að þér. Takk fyrir mig. Sjáumst. Vá, vúi. Vása! Við Gjalla Jóns. Já, já. Hæ? Þetta er bara eitthvað gamalt sem ég fann Til í þess að fataskápnum. veri hérna 1/20 getur verið 2. Ég segi það. Nákvæmlega. Er þú bara í blettatöfur? Já, ég elskar svona, þetta er alveg svona bland af sebra, blettatígur. Ok, eftir að við vorum með tinniðin í settinu þá var ég alveg bara fór að skoða kalda og fór að kaupa mér þessa skó. Já. Og ég fekk skilabóð, þetta er ekki dýraminstur, ég bara, jú, heldur betur, en þetta er sebra. Já. Þú ert alveg að fá smá heit fyrir að hafa Ég veit það, jailað ég tók það tilbaka. Já, einmitt, batnandi mönnum er besta liða. Það er svo Og ógeðslega allt gott það. að geta skipt um skoðun. Það er bara svoleiðis. lifehack lífsins. Það er lifehack lífsins. Herðu, en vákaða gaman að fá Álfrúnu. Nei, hún er svo mikill snillingur. Já, hún hefur frá Ég fullt held að skemmtilega svo að segja. mikið upp á hana. Hún er svona algjört, þú veist, hún er svo dugleg og hún er búin að afkasta svo miklu og gera svo margt skemmtilegt. En þú veist, hún er ekkert átir. Nei, hún er mjög mikið bak við tjöldin. Já. Þannig að og bara gaman og að bara geta... framleiðir snild, skiljum Já, við. algjörlega. Herðu, en í þessu veðri, eins og búið að vera, þá er ég búin að borða rosalega mikið ís. Ok. Ég er búin að borða held ég 2 lítra af sumarísnum. Nei, hann er ekkert eðla Ég góð. veit það, ég er með dunk heima Þú sko, fyrir ég þig. elska við hann að það er svona bitar af súkkulaði í, þannig að þú veist, það er svo gott undir tönn, Já, má maður segja það. og bara kókosinn, mangóið, þetta er bara sumari dollu. Ég mælu með Sumari allir fáið sér, sumari dollu. Já. Sumarísinn frá MSIs. Já. Hérna, herðu, ok, ég ætla að segja hérna, með Giggo, ég er búin að bara put it to the test. Máli var að með hérna, að taka innkeysluna,
taka innkeyslun? Dóttur innkeyslunni heima. Manstu ég- Já. Já, Nei, tengdamamma mín er náttúrulega bara búin að rumpus af. eðlilega. Já, en það sem gerðist var, við erum með hérna, íbúð niðri sem við erum að leigja í húsinu okkar, leigja út og það var alltaf að slá út rafmagni og hérna, ég eftir að fá nágrann til að kíkja á töfluna og eitthvað svona og svo bara vorum við búin að einangra eitthvað var að fara út. Og þá, hvað gerir maður þá? Maður þarf að fara afvirkja á svæði. Maður giggóður það. Ég er ekki að djóka, veistu það? Geðveikt. Það stóð að, ég þurfti sko að loka fyrir auðlýsingun og komið svo mörg svör. Aha, Já, til þess snið. Já. Og fækstu ekki almennilega? já. Og búið græða? Já, búið að gera og græða. Snilt. En sem er að sem tengda með mína. Já. Er að hún sem græjar hana að sengur einn svona Já. straujar hún það? Já. Hvort heppin. Já. Af því að ég keipti mér nýju sengurinn Já. hérna og ég setti í þótt áður en ég setti á rúmið Já. og þurrkar hann Já. og það var eitthvað svona krumpu og ég bara gufa af því ég einu sinni fór bara og ég er að fara að gera aftur alltaf með sengurinn minn í hreinsun minn langar að fá það svona krispi Já. alveg svona stífstrauður. En þú veist að trikki er að taka þau úr þurrkarunum áður en verða alveg þurr. Já, ég bara Já, þau þurfa að vera alltaf rök. Já. Þetta er það sem tengd að segja mér, sko. Já. Því að ekki er ég að þó mín eigin rúmföt. Nei. Það mun vera hún. Já. Þannig að hérna, já, Hún er best. Hún er best. En ég allavega var að gera þetta og var bara, þú veist, svo bara að ég á svona gufu, að því að bara að ég á gufu í öllum þóttum sem er bara lifehack. Þú veist, ég er alltaf að nota þetta niður í búð. Ég er bara, með þetta heima hjá mér. Bara, En þau verða ekki krispi. nei, verð ekki krispi, mér stýmur í gufu að það er repal. Já, Og sko, krakkarnir mín eru aldrei uppi þetta. Þetta er náttúrulega bara, ef það er ekki gufu, kaupi ykkur já, gufu. akkurat. Og þegar Maggi fór að heiman og ég sagði við hann, hvað langar í jólagjöf? Hann leið mér langar rosalega gufa, því hann var bara ómögulegt að búa heimil sem var ekkert göld. Já, það er mitt. En En þetta er lifehack. þetta er lifehack, en ég á ekki strauborð og strauja, en Ég á ekki svona hárþurrku, þannig að já, ég skilji. en ég tók svona home spa day, ég tók bara og ég sagði þetta, náttúrulega nýtt utan rúmið, ókslega fest, smákrumpa, ég náði ekki alveg að gufa úr og svo var ég bara eitthvað svona, ok, allir styrtu og svo tók ég svona home spa og ég gerði líka Óla, ég ætlaði að sína þér hvað ég gerði, ég tók bláa, að sjálfsögðu. Gerðurðu, varst það makus á hann? Herðu, ég tók hann bara hreinsun líka, Já. ég tók bara klansingbalma á hann og salamið þetta Já. og hreinsaði húðina og svo fór ég í mineralmaskan og náttúrulega notaði lykilinn. Já, hann er náttúrulega algjörsnild. Já, og svo býðum maður í smástund og náttúrulega verður allir hvítur og þetta verður alltaf hvítur og storknar. Já, og maður getur, það er eins Og og maður að vera að fá sér hvað varst botox. að gera við mig? Nei, en betur svo næst að maður þurrkar Ég veit það. Og svo sett ég sofumaskan eins og þú kallar Já, og fóð svo upp í hreintrúm. Nei, Nei, það er ekkert betra. þetta er geðvegt. Það er ekkert betra. Langar að mæla með og Já. fyrir það, já, ég bara, þú veist, þetta er bara, þetta kombo, þetta er líka þetta rúmið. Já, Love it. Já. Ég þarf að hringja með maður Sara, gá hvernig henni að leika um mig líka. já, tjekka á því. Tjekka á henni. En ég ætla að spyrja þig. Hefur þú ekkert haldið að þú sitt ættlit? Sko, ég bara, Hefur ekkert kvarlaðir? bara ekki, hefur séð móðu mína? Já, Ég er Þi- náttúrulega þeir bara eru eins og copy-paste. spitting image. já. Þannig að þú er aldrei spáðið. Þú veist, ég er öfugt því ég man að þú hefur spáðið, sko. Já. En þú veist, þegar ég byrjaði framhaldsskóla, mætti í fyrsta tíma minni í starffræði og þá segi kennarinn Guðrún, og ég bara er ekkert að pælja hún, hún ofislega ekki talaði mig. Og hann bara, Guðrún, væri til að draga niður gardinuna? Ég heiti Andrea. Já. Já, þetta er alveg sem mamma, ég bara, fólk þekki mig by far, bara þú lítur á dótturinn Guðrunu. Já. Þannig að nei, ég hef aldrei haldið verið ætlet. Ok, því ég er svona, já, ég er nefnilega, þegar ég var En ég yngri. skil samt smá að þú haldir Já, sko, ok, þið sem þekki mig hafið séð systur mínar. Já. Það eru báðar með lambakrullur bara, já, og frekjuskarð. já. Og það var alltaf verið að segja við mig að því ég er í miðjunni, bara hvaðan kemur þú? Þú er bara ekkert lík systurinn. En þú ert lík pappaðinum. Já, Kannski sem betur fyrir þig. já, en sko, veistu það, Hann gæti verið póstmaðurinn ég eða var svo sannfærð ég var ættlit. Og ég ætlaði að sko revíla það á svo dramatískan hátt. Ok. Og var búin að horfa aðeins svo mikið af einhverjum svona úlingamyndum eða eitthvað svona. Og ég bara alltaf því ég var ein heima, í marga mánuði, þá var ég að leita ættlingaskjölunum. Ég ætlaði að finna þau og Fann þetta, takk bara það. tróða þeim í andliti á foreldrum mínum og fara að finna mína raunverulegu foreldra.
En ég man Ég að var búin að sagt sjá þetta frá ég þetta, kynntist já, ég var búin að sjá þetta allt fyrir mér. Ég bara ætlaði sko að rjúka út brjáluð og bara fara í þá vegferð að finna mína raunverulegu foreldra. En svo er ég ekkert allir. Vertu ekki ætli. Nei, ég veit að ég er alveg mjög lík pappa mínum og Já. já, en þú veist, þannig að ég er bara svona, ég er svo oft spáð í þessu, hvort að fleiri hafi gengið í gegnum svona, þetta var mjög traumatist sko, Já. af því ég var alltaf að heyra bara, En í dag getur þú fyrir að apotek að keypta eitthvað svona, tekið DNA. já, ég þarf þess ekkert, ég veit alveg, Stóli hár úr pappaðinum. já, nei, ég þarf þess ekkert Nei, ég lengur, veit ég er þú komin þarft það yfir þetta, en það er alltaf erfitt að heyra þetta alltaf oft, þú ert að alast upp bara, hvaðan kemur þú? Já. Þú ert ekki lík systur um það neitt, þú vissum að þið er sömu foreldra, allt þetta, Já, ég trúi því. já. Hann plantar einhvern fræjum í lítinn haus. Já, algjörlega. Lítinn þrjóskan haus. Já. Ég veit það. Já. En hérna, ég ætlaði líka að segja, sko töðhotnið, ég er bara með smá töðhotn. Sko að því ég var í fríi, vorum að tala um í gær, það var klikkað við þur. Bara klikkað. Og ég var í fríi. Hvað er allt þetta fólk, er enginn að vinna þegar er svona sól? Veistu það, sumi loka bara. Ég, þú veist, Ég ætla að fara eina búið í gær og það var bara loka vegna við þessu. Mér Ég er far- bara með þetta bara fullkomin skilningur já, á því. ég er gerist bara, sjaldan. ég algjörlega, mér er bara svo, að það er bara skiptir ekki máli, það er komið svo góðu dagar, það er fólk allstaðar, það er bara setið á öllum útisvæðum, þú veist, ég er svo oft spáði þessu að því ég bara var akkurat í frí í gær, en hvaðan kemur allt þetta fólk? Það far bara allir út þegar kemur gott við. Já, ég veit það, en bara, þú veist, ég bara spáði hvort Nei, að ég hef allt hugsað það lamist, líka, já. ekki það, það er örugglega ekkert mikið að gera neinstaðar, þú veist, það er allir út að njóta. En við hugsum samt alltaf þess að búða á fólk. ég veit Margir það, að vinna á skrifstofum og geta unnað upp eða fara út og komið, eða þú ég veist. veit það, en búðafólki það er Já. náttúrulega ekki lokaði þú búðinni þinni. Nei, reyndar Nei, ekki. einmitt. En það var gert sumstæður og veistu hvað? Ég kom og það var búið að loka, ég var ekki fúl í eina mínútu. Nei, ég veit Maður bara, að þetta Ma- er bara maður sýnir max 10 skilning. dagar á ári og bara, ég bara ber fulla vinningu. Já, ég veit að við, bara- við höfum oft gefið sólafrí, sko, þú veist, að því að, og þá bara þeir sem geta og eru bara með þannig, þú veist, verkefnin er bara þannig í vinninni, að þeir bara með að fara, skilur, þegar það er svona gott veður, maður vill að fólk getur noti. Já. En já, ég sko, það er, að því við erum búin að tala alltaf mikið um bílana, C-bílinn, Já. en Sigrún markastjóri hjá Ösku, hún var að segja líka, það er, núna sko var bara að koma, það er bara svona rafbíla, sko bara búið að koma svo mikið að nýju rafbílum hjá Mercedes-Benz og það er eitt sem heitir GLA og og hún var að tala um að því að hann er með 792, hann er alrafmagnaður kilometra dregni að því við erum svo ofta að tala um hleðslu, kvíða allt þetta, þú veist, nú er ekkert spurning hvort þú komist til Akureyrar á bílum, heldur hvort þú komist fram og tilbaka bara á sko að því ég hef verið á rafmagnsbíl sem er með svo litla dregni að ég hef ekki komist út af flugvöll og tilbaka. Ég hef bara átt bensin, Já. þannig að ég er aldrei með hennan kvíða út af því að ég hlið í alvörunni kannski 2 viku. Sko vetunar á þessum bíl sem ég var eins og ná, sem ég ætla ekki að vera að segja, neitt, hvað bíl það er, sko ég var að fara í vinnuferð og hann var fullhlaðinn þegar ég fór út af völl og það er vetur og það náttúrulega, þú veist, nei, en ég þurfti að hlaða á leiðinni í bæinn líka. Ég komst ekki til Keflavíkur og tilbaka á þessum bíl. En núna er við bara, Það er en gat fyrir hræðlæststöður. já, en ég er bara að segja, þú veist, núna er bara komnir bílar eins og þessi, að maður geti bara farið til Akureyrar og mögulega tilbaka á þess að hlaða í Þetta mildtíðinni. er bara næsta mál dagsins. Og ég mæli með að kíkja á hann bíl, þetta er algjör skvísubíl. Hvað það hann heitir? GLA, Mercedes-Benz GLA. Og Þetta er auðvitað að fara að vera dýrasta samstarf sem ég á æfinu farið í, sko. já, hvert að vera að kaupa marga bíla. Nei, en ég er alveg pottet að vera að kaupa nýja En þetta er svona skvísubíl og ég, og verðið kemur alveg skemmtilega ávart. Okay. Hvað eru að tala um? Þið verður bara að kíkja Ok. og sjá það. Heima á síðu Ösku. Forvitin. Já, og líka ég mæli bara með heimsókn upp í Ösku. Þú veist, þau skiptir sér við farið og ég veit líka Næs Ari að við tala koma. um það þegar hann fer með bílinn í spurningu. Herðu, ég er náttúrulega því að læra. Ég hef aldrei gert neitt í bílamálum. Það er bara séð um mig, ég er bara að góða mann. Já, En ég var að bóka með óslastált. Já. Fyrsta skipti í þjónustuskoðun er að fara sjálf og ég er að fara að læra. Sjá hvernig þetta er allt gert. já, þetta Mjög er, peppuð. já, það er 29. alltaf vel júní. tekið á móti manni þegar maður kemur þarna. ég fyrir kaffi til hönnu. Já, en ertu með eitthvað þráhyggju? Já. Tell me. Herðu, börni mín,
Ísabella og kærastinn er að flytja til Kaupmannahafnar að fara í nám. Við erum að leita íbúð. Þetta er bara, Hell. nei, ég er í sjokki. Hvað er við verðinu eða bara hvað er lítið frambúð? Nei, bara, það er alveg frambóð, koma alveg margar íbúðir og þú sendir e-mail og það eru bara farnar eftir einu myndu, þú veist, þetta er bara eitthvað svona kapplaup. Það er bara slegist íbúðunar. En þarf maður ekki bara að vera á svæðinu? Jú, ég meina, við erum alveg með fólk sem getur fara að skoða fyrir okkur, en þú nærði ekki, það kemur en auglýsing, við sendum bara strax hún farin. Þetta er bara, En byrju, hvernig ef að og þið sendir... sumstaðar er sko lottó hvort þú komist á opihús. Já, og það eru svo margir að mæta, þannig að það er bara dreigið úr. En er þetta því að svo margir að fara í nám til Kaupmannahafnar? Já, og bara Kaupmannahafnar, ótrúlega vinsæl borg og... Já, hún er náttúrulega æðisleg. Já, og margir fyrir nám og já, bara, þú veist, bara erfitt að finna íbúð. Þannig að ef það er einhver sem er íbúð í Kaupmannahafnar til að leigja út, þá auglýsi eftir. Já. Einmitt, ok. Ég er bara með smá þráhyggju því að, þú veist, við erum búin að tala dálítið mikið um Michael Jackson og ég var að horfa á heimildaþættina. Þannig að já. Hvað varstu að horfa? Nei, heimildaþættina á Netflix. Hann heilar með það? Já, ég bara, þú veist, auðvitað er bara margar hliðar á þessu máli. Þannig að myndin er svona glorification á Michael Jackson. Þú veist, það er bara... En ekki heimildaþættirnir? Nei, þeir eru bara á öndverðu, þú veist, þeir eru bara hinum með. Þannig að ég bara, þú veist, þetta er bara eitthvað sem býr rentfrí í hausnum á mér. Það er tókstreitan. Þú segir mér hvernig það endar. Já. En er þetta ekki bara komið gott hjá okkur? Þetta er komið gott. Við erum út í sóluna. Já, takk fyrir okkur. Takk. Bye. Takk fyrir að hlusta á Stílbrot. Ef þið hafið gaman af, hendið endilega í follow eða skrifið umsókn eða bara bæði. Þátturinn er tekin upp í Klakin Studio og upptökustjórnar Bryndís Agna Sigurðardóttir.